Kvöldið, kæru áhorfendur. Við erum mætt hérna á Ísafjörð og við ætlum að byrja að fara yfir liðgestana, Fjölnir. Númer 3, Valur Sigurðsson. Númer 7, Alexander Þór Hafþórsson. Númer 11, Róbert Sigurðsson. Númer 13, Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson. Númer 14, Árni Elmar Hrafnsson. Númer 23, Garðar Sveinbjörnsson. Númer 24, Colin Anthony Pryor. Númer 31, Þorgeir Freyr Gíslason. Númer 33, Bergþór Ægir Ríkarsson. Númer 36, Hjalti Þór Vilhjálmsson. Og númer 91, Egill Egilsson. Þá það heimamenn. Númer 4, Pants Iliveski. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Helgi Snær Bergsteinsson. Númer 8, Hákon Ari Halldórsson. Númer 9, Neboisa Knesevik. 10, Daniel Þór Midsley. Númer 11, Kristoffer Andersson. Númer 12, Stígur Berg Sófusson. Númer 13, Nökkvi Harðarsson. Og númer 14, Jóhann Jakob Friðriksson. Og 15, Helgi Hrafn Ólafsson. Þjálfari Fjölnis Hjalti Þór Vilhjálmsson og KFÍ það Birgir Örn Birgisson. Dómarar leiksins eru Einar Þór Skarphéðinsson og Gunnlaugur Briem. Jæja, þá höfum við kynnt liðin til leiks og síðustu upphitunar að eiga sér stað hérna áður en að leikurinn byrjar. Það eru meiðsli hjá Ísfirðingum. Kjartan Helgi Steinþórsson ekki með í kvöld og með eiga ykkur bakmeiðsli að stríða. Þetta að sjálfsögðu mikil blóðtaka fyrir Ísfirðingana. Kjartan búinn að vera með betri íslensku leikmönnum í deildinni í það sem liðið að vetri allavega. En það eru líka gleðifréttir vegna þess að Pants Iliveski mættur aftur á klakkan og í jakan og hann var að spila 30 mínútur eða svo í fyrra með Ísfirðingum og ég vissum að þeir eru mjög ánægðir að vera búin að fá hann aftur. Við erum að fara að sjá ágætis viðureign hérna hjá Könunum. Þetta eru klárlega 2 bestu kananir í fyrstu deildinni. Við erum með Kristoffer Andersson sem búinn að spila 3 leiki og búinn að vera að skila einhverjum 30 stigum og 13 fráköstum í leik. Hann hefur bætt aðeins í síðan að hann var í úrvalsdeildinni þar sem hann var með 20 stig og 6 fráköst rúmlega. Og svo erum við með Colin Anthony Pryor sem ánefa næst besti eða besti kaninn í fyrstdeildinni í ár. Hann hefur verið að setja eitthvað 24 stig í leik og taka 14 fráköst. En við erum að gera okkur líklega til þess að starta þessu. Kannski að fara aðeins í byrjunarliðin. Það eru Fjölnir, gestinir. Þar eru Bergþór Ægir Ríkarsson þarna númer 33 og þeir vinna uppkasti hérna. Pryor tekur það. Númer 11, geysilega efnilegur Róbert Sigurðsson og númer 23, Garðar Sveinbjörnsson og svo þarna
já, Egilsson. En gegar hérna fyrsta skotið. Já, honum Gunnlaugi. En já, heimalið. Það þristur hérna hjá Agli. Já, stegan á línu, nei. Þetta var þristur. Já, það Gunnlaugur Gunnlaugsson, nummer 6. Hákon Ari Halldórsson, nummer 8. Daniel Þór, nummer 10. Kristófer, nummer 11. Og Nökkvi, nummer 13 sem að byrja inn á. Sjá Nökkva með boltan hérna. Þetta var villa. Eitt fór hana í hendunar á honum. Og 2 skot. Nökkvi hefur ekki verið nú góður í vítunum, ég veitur. Og það breytist ekki inn í fyrsta víti allavega. Hann ekki með nema 38% vítanýtingu sem arfaslagt fyrir mann af þessum kaliber. Já, seinna ofan í 50% nýting enn sem komið. Það er ágætt. Sjáum hérna hvað Fjölnismenn gera. Láta boltan ganga vel hérna, Præjur. Flott vörn hjá Ísfirðingum. Daniel stoppaði boltan hana. Gunnlaugur, Daniel. Frábært skot. 3 stig í hús. Og Daniel getur aldeilis sett niður þessa þrista ef hann kemst í gang. Egill vildi fá okkar þarna. Chris Andersson með fyrsta frákastið eflaust að mörgum í kvöld. Sem Præjur spila þétta vörn á hana. Þetta var svolítið klúðuslegt. Nökkvi. Já, þetta. Boltinn hérna ekki alveg að finna skotið Ísfirðingarnir. Tókst undir lokin og Andersson reyndi að blakka honum ofan í, það tókst ekki. Sjáum hérna Róbert Sigurðsson, geysilega flottur point guard hjá Fjölnismönnum. Gott tímabil enn sem komið. Andersson, hann var slegið hann í hendina á honum sýndist mér. En hann búinn að vera mjög duglegur að sækja villunar. Að fá fiska einhverjar 8-9 villur í leik. Præjur gerir þetta einstaklega vel, góður snúningur. 2 stig. Daniel kallar hérna eitthvað kerfi, þau gera sér tilbúin í skrínin hérna. Ekki alveg, en skulum sjá. Þetta var ekkert annað en varinn bolti, en hann skrefaði áður en að það gerist, hann Hákon Ari. Og Fjölnismenn taka boltan upp hérna. Þetta var ekki miklar sakir, en hann truflar hann í skotinu. Daniel fær sína fyrstu villu. Hvort lið komið með eina villu, bæði í skottilraunum. Róbert setur niður fyrsta vítið. Hann öllu betri skytta heldur en Nökkvi með tæp 70% vítanýtingu. Setur niður bæði vítin. Það pressa hjá Fjölnismönnum, en Ísfirðingar leysa vel úr því. Talaði við Birgi þjálfara Ísfirðinga hérna fyrir leik og hann ánægður með Chris Andersson, en vill sjá gott framlag frá honum í kvöld. Það skiptir máli sérstaklega þar sem að Kjartan Helgi meiddur
Þetta var glæsilegur bolti hjá Róberti. Þetta var frábær sókn og glæsileg sending á Daniel og Gunnlaugur klárar þetta öruggt ofan í. Þetta leikur byrja bara ágætlega, oft sem maður sér ekki mikið að stigum fyrstu mínútunar, en já, Róbert hérna. Já, það bara timeout hérna. Og Róbert kom með 6 stig. Verið duglegur hérna fyrstu mínútunar. Hann að setja niður ykkur 13 stiga meðaltali í leik. Og já, með rúmar 5 stóðsendingar. Það svona kannski það sem mann hefur fundist vanta hjá Ísfirðingum eru stóðsendingarnar. Það var gaman að sjá Daniel hana áðan. Flotta stóðsendingu. Stundum svolítið erfitt með að ná sér í gott skot, opið skot. En það verður gaman að fylgjast með því hvort einhver stígur upp hérna í kvöld í fjarveru Kjartans Helga. Það sjálfsögðu mikið skar sem þarf að fylla en ef einhverjir nokkrir taka sig til þá ég viss að það hægt. Hákon Ari kemur inn í byrjunarliðið í hans stað. Hefur verið að spila ykkurar 14-15 mínútur í leik, þannig að hann veit svo sem alveg út af hvað þetta gengur. Ungur strákur, efnilegur. Nei, þetta var klúðuslegt hjá Ísfirðingum, náðu ekki að leysa úr pressunni þarna og það vill já, ekki spurning, Nökkvi brýtur þarna af sér og Garðar fer á línuna. Já, geigar hjá honum fyrsta skotið. Þurrka boltan eitthvað, ekki ánægður með þetta. Hann með tæplega 60% vítanýtingu. Já, seinna ofan í. Það aðri leikir í gangi. Vitum við. Já, dómarinn þarf að ráðfæra sig eitthvað við ritaraborðið hérna. Og innkast tekið hérna. En já, eins og ég segi þá aðri leikir í gangi. Í Júrósteildinni eru Þór Þorlákshöfn að taka á móti Hetti. Það sé ekki nokkuð ljós hvernig sá leikur fer. Það öllu meira spennandi í Hafnarfirði. Haukar taka á móti Njarðvík. Kristjánsson sækir hana villu á Præer. Gerir vel. Og í fyrstdeildinni Reyni Sandgerði að taka á móti Ármann og Breiðablik og Skallagrímur eru að spila og Þór Akureyri með Hamar í heimsókn. Já, glæsilega gert hjá Gunnlaugi hérna. Leysti þetta vel. Já, Daniel hana gerði vel og sló þennan bolta út af. Kom aftan að Bergþóri. Einskis Ílsvon. En
Það er skipting hjá Fjölnismönnum út af fer Garðar Sveinbjörnsson og spilum við. Og inn á kominn Árni Elmar. Þetta er opinn þristur næstu því en hann klikkar. Bergþór aðeins og stuttur hana. Nökkvi að pósta hérna. Og ný komin inn á Árni Elmar Hrafnsson. Fær á sig villu. Andersson gerir vel þarna. Já, þessi bolti er Ísfirðinga. Við viljum að sjálfsögðu sjá hérna spennandi leik og það er ekkert spennandi við það að annar lið skori á meðan hinir horfa á. Gunnlaugur, þessi fara ekki ofan í. Gunnlaugur er nokkuð naskur á þessu þriggjastiga skot þegar hann dettur í gang. Bara Prægur gerir hérna flott hreyfing og góð vörn hana hjá Chris Andersson. Egill gerir vel, fær hana karfa góð og villa á Hákon Ara sýnist mér. Já. Ég veit nú ekki hvort að ég sá þetta eitthvað vitlaust inn á hann en Rittarborg setti villuna á Róbert. En mér sýndist að vera Árni hann hafa Fjölnir sem að brauta á sér. En já, Egill setti þetta víti niður og staðan er 10-17, Fjölnir vil. Það er mikið baráttu boltann hérna. Ísfirðingur tekst að leysa úr þessu og það er skref að Hákon Ara. Hann væntanlega vildi fá villu þannig. Mikill darraðadans í kringum boltan. Nökkvi gerði vel, kastaði sér á hann og kom hann frá sér. Og það var að þurrka hérna. Strax mikill hiti í mönnum. Og Gunnlaugur fer hérna út af. Og Panse mættur inn á sínum fyrsta leik í vetur. Hann var, já, ég held að hann hafi verið bara fastur erlendis út af því að konan hans var ólétt og mátti ekki ferðast. Skildist það hérna áðan. En hann er komin heim og Róbert gerir þetta einstaklega vel. Hleypur hérna bara í gegnum alla vörnina sem horfði bara eftir honum. Skorað þessa körfu. Já. Þessi sending ekki alveg nógu góð hjá Hákoni. En Ísfirðingar eiga innkastið. Já, þetta skot aðeins og langt. Þessi sending var svakaleg hjá Róberti og Prægur sett hann örugglega niður. Já, Panse komin í vesinina, svakalega hörð, flott vörn hérna hjá Fjölnismönnum. Hákon stökk upp í þennan bolta og fær villu fyrir vikið. Hann fá sinna aðra villu. Og það eru hérna tvöföld skipting. Hákon og Nökkvi fara út af og inn á koma Jóhann Jakob Friðriksson. Og Helgi Snær Bersteinsson. Já, Róbert geigar hérna, ágætis tilraun. Prægur náði boltanum en hann var bara einfaldlega stoppaður. Það var ekki í boði. Já, Panse er mættur. 3 stig. Nýkomin inn á fyrsta skot. Þetta
gæti orðið mikilvægt. Róbert svarar hérna beint í andlit á Daniel. Þetta var stefnir allt í stórskota sýningu hérna. Skulum sjá. Það var að laga netið þannig. Þetta er nú eiginlega að sjá. Netið báðum megin er ruglun eftir þessu þriggjastigaskot. Það er bara þannig. Já, dómari stoppa leikinn. Þetta gengur ekki. Aldrei að vita nema að boltinn skríði upp úr í einhverju svona netaflækju. Það vissar að hafa þetta í lagi. Já. Sjáum að Valur Sigurðsson kom þann inn á fyrir Róbert sem fara að hvíla sig aðeins. Hann er búinn að byrja hann að leik með þvílíku fúti, kom með 11 stig hérna. Hann segi, já, búið að dæma, þetta skot er ekki tekið með. Þetta fer ekki í statsið, hann er ennþá 1 fyrir 1 í þristunum. Það er villa. Vantarlega 3 skot. Já, fyrsta vítið fer niður. Og annað vítið hann hefur verið á línunni. Þetta hefur verið... þeir eru komið með bara skotréttin. Sjá, þetta var eitthvað brussulegt. Fín vörn hérna hjá Daniel. Og alveg opið skot. Og þetta var full auðveld stig. Sem að Hreiðar Bjarki var að setja niður hana. Fjölnismenn klárlega feskara liði hérna. Vel gert. Andersson geigar hana en Jóhann Jakob vel með á nótunum og blakar boltanum ofan í. Það er annað opið skot hérna og annar þristur. Þetta er náttúrulega gengur ekki. Árni Elmar Hrafnsson setti niður 3 stig þarna. Birgir alveg brjálaður á hliðarlínu, ekki ánægður með þetta hennar varnarleik. 2 opnir þristar hérna í röð. En Hreiðar braut síðan á sér og Daniel er kominn á vítalínuna. Hann er ekki setja niður fyrsta. Daniel, ég held ágætis vítaskipta. Nei, setna fer ekki en þeir taka frákastið. Þetta er náttúrulega bölvu vitleysa að stíga ekki mennin almennilega út hana. Andersson, karfa góð, ekki spurning, villa. Þetta eru mikilvæg stig sem að þeir eru að fá hérna. 25 sekúndur rétt rúmar eftir af þessum fyrsta leikluta. Og þetta er 4. stiga sókn eða ekki. Nei, það klikkar. Það er mátt vera duglegri þannig að segja þetta frákast. Sett allan að 2 menn á það. En Fjölnismenn spila hérna rólega. Hafa nýta skotklukuna, Árni Elmar, leysir hann út, Valur, flott karfa, tíminn búinn, þessi allt og stuttur. Fyrsta leikluta er lokið og staðan er 32-20 Fjölnismönnum í vil. Fjölnir verið að gera góða hluti í deildinni. Það er búin að tapa 1 leik og það var á móti Val sem er í fyrsta seti. Fjölnir eru öðru. Og klárlega kontenterar fyrir það að fara upp ásamt Valsmönnum og Þór Akureyri myndi ég segja.
Við þurfum að sjá meiri baráttu hérna frá Ísfirðingum eða þeir ætla að halda sér inn í þessum leik. 12 stiga munur eftir fyrsta leikluta er ekki góðu business. Það lofar ekki góðu fyrir framhaldið. Ég var að skoða hérna aðeins fyrir leikinn. Svona hverjir að vera að standa sig best. Og framlag þar er Chris Andersson hæðstur og Præjar er næst hæðstur með Chris Andersson með 37 í framlag og Præjar með 34. Klárlega tveir bestu kananir í fyrstdeildinni. Það voru margir sem furðuðu sig á því þegar að Chris Andersson var látinn fara. Ísverðingarnir voru snöggir, gripan og ég held að þeir sjá ekki eftir því. Ekki aðeins komið allavega. En Egill Einarsson, leikmaður númer 91 hjá Fjölni. Hann er líka með nokkuð hári framlagi með 19. Og Róbert Sigurðsson búinn að eiga frábæra leiktíð hingað til með rúma 15. Svo er KFÍ maður hérna á topp 20 listanum, Neboisa. Hann er ekki komið við sögu ennþá, en við erum eflust eftir að sjá hann hérna seinna meir. Já, þetta var ekki karfa, en þetta var villa. Það er Præjar sem fær sína aðra villu. Þetta skot, þetta er annar þristurinn hjá honum. Fanse og já, svo stelur hann bara boltanum. 5 stiga sótt. Nei, hvernig klikkar maður á svona færi? Já, 8 skammast þín. Hann er ekki ánægður með sig hana, Chris Andersson. Enda á maður ekki að klikka svona færi. Hans aðeins stuttur hana. Það skiptir ekki máli, þetta var ekki 3 stiga, þannig að tilur ekki með. Opna hana, Chris Andersson er komin út fyrir. Þessi var aðeins svo langur. Præjarinn aðeins þessu frákasti. Fjölnismenn vaða hérna upp. Árni Elmar. Já, það er villa á Helga Snæ. Tósa fór hana með hendina full innanlega að honum. Helgi Snær fær pásu og Hákon er komin aftur inn á. Já, þessi vildi ekki ofan í hjá Árna Elmari og baráttu frákast hana hjá Jóhann Jakob. Og fekk villu líka. Það var Þorgeir Freyr. Var sína fyrstu villu hérna. Það er þessi hái boltar inn á Chris Andersson. Svo hann að póstu, þeir komu 2 í hann. Flott vörn hjá Fjölnismönnum. Honum vantaði meiri aðstoð hana. Præjar gerir vel hana, tekur feikið. Setur niður 2. Daniel, hann bara fer þetta sjálfur. Fær hana villu, fiskar villu. Skipting og Heiðar Bjarki fær smá pásu. Alexander Þór Hafþórsson mættur hinn inn á. Hann segir var að hugsa þristinn hana. Þeir voru snöggir í hann, en hann finnur annan. Þetta er bara airball. Nei.
Jæja, það samt 2-3, það ekki slæmt. Alexander bara sjálfur hana, klúrar hana alveg upplöfu færi. En það var aðeins búið að brjóta á honum. Tansi fær sína fyrstu villu. Eiga góða innkomi hérna. Setja niður 8 stig. Daniel fer í smá pásu og Gunnlaugur er komin inn á. Skulum við sjá hvað Alexander Þór gerir á vítalínunni. Fyrsta skotið geigar hjá honum. Og sjáum hvað hann gerir núna. Já, geiga bæði skotin og flott frákast hana hjá Jóni Jakob. Góð pressa hjá Fjölnismönnum. Þeir eru búin að vera að pressa allan leikinn og Ísfirðingarnir hafa átt erfitt með að leysa úr því. Jóhann Jakob alveg frýr hana. Já, var þetta karfa góð eða ekki? Þetta er löglegt. Sjáum hvað Bræður gerir hérna. Fer nokkuð auðvitað framhjá Pansana. Setur niður 2 stig yfirbót. Sjáum hérna. Já, nei, þessi vildi ekki ofan í hjá Jóhanni Jakob. Þetta sá ég ekki. En Gunnlaugur fær villu hana. Hans önnur villa. Það eru duglegur í villunum. Ísfirðingarnir með tæpar 25 villur að meðaltali leik. Að meðan að Fjölnismenn eru með rétt tæpar 23. Bræður gerir vel hana. Sjá þessa pressu vörnina. Það vantar alla hreyfinga á mannskapinn. Þeir eru ekki að standa bara að horfa á. Já, þetta innkast alveg afleitt. Já, Alexander setur niður körfið hérna. Hann hefur verið að setja niður 3-4 stig að meðaltali leik. Klikkaði hérna á hann bæði í fínu layupi og 2 vítum. Þetta er villa og karfa góð. Chris Andersson gerir hérna vel. Sjáum hvort að Chris Andersson geti náði 3 stiga sóknina. Já, hann setur þetta niður. Komið 9 stig. Bræður gerir vel hana. Setja niður sín 12 stig. Hann skrýta að ekki sé Róbert hérna. Hann hefur leyft Árna Elmari að spila svolítið lengi hérna. Róbert funheit, byrja leikinn funheitur. Og svo ekki sé engar mínútur síðan þá bara. En Fjölnismenn unnu hennar bolta
Það búið að flauta. Og hann hefur heyrt í mér, sýnist Róbert var á leiðinni inn á. Nei, sjáum til. Það allan að leikli. Já, þetta ætlar að vera erfitt hjá KFÍ-liðum. Þeir töpuðu í síðustu umferð á móti Skallagrimi, á heimavelli Skallagrims, 87-76. Á meðan að Fjölnir kræktu sér í góð stig á móti Akurnesingum á heimavelli 111-92. Það eru tvö lið í deildinni sem hafa ekki unnið leik. Það er Ármann og Reynir Sandgerði. Og Fjölnir eru búnir að spila við Ármann, en KFÍ á eftir að spila við þá. En Fjölnir eru líka búnir að spila við Reynir Sandgerði. Það er verið að Hjalti að leggja línunar hana fyrir sína menn. Og þá stígur Alexander á vítalínuna. Hann klikkaði á 2 vítum hérna áðan. Já, þetta er þriðja víti sem fer forgörðum. Ekki nógu gott. Nefnum að setja Ísfirðingur. Hann setur niður fjórða. 25% nýting, það er ekki neitt til þess að hrópa úr það fyrir. Það er villa hérna. Alexander öllu jafna með 50% nýtingu. En gengur eitthvað brössulega í kvöld. Jæja, Hákon er komin á blað. Setja niður fyrsta viti hérna. Það er komin bónus bara. Klikkar á setna. Bónus á báðum liðum sýnist mér. Sjáum hérna hvað Fjölnismenn gera. Já, þetta er vel spilað hjá Alexander. Vantaði bara þessi dytti ofan í. Já. Hann fær villu. Chris Andersson skilur ekki í þessu. Hann fengi hana. Já, skilur hvorki upp niður í þessu. En það er skipting hjá Ísfirðingum. Nú er Nebojsa mættur inn á. Chris Andersson fara að hvíla sig aðeins. Engin villuvandræði ennþá. Hreiðar er komið reyndar 3 hjá Fjölnismönnum. Alexander er opinn þristur. Þessi klikkar, Hákon með frákastið. Og Nebojsa tekur boltan upp hérna. Jóhann. Já, Gunnlaugur. Þessi vill ekki ofan í, en Nebojsa gerir vel, tekur þetta frákast og setur niður 2. Hann er komin á blað. Nýkomin inn á. Það er ekki betri leið að stimpla sinni leikinn en þetta. Jóhann rekur þarna út rassinn og fær villu að launum. Það er skipting, Gunnlaugur fer út af og Nökkvi komin inn á. Og Róbert fer á vítalínuna. Hann er komið með 11 stig. Bræður með 12. Hann er búinn að jafna það. Að setja þetta niður, þá er hann orðinn stigasti maður á vellinum. Og
ekki búin að spila nema svona 8 mínútur sem nokkuð gott. Klikkar inn á seinni og það barátta uppkast. Það hörku barátta, Nökkvi kastaði sér hana í þetta. Og Örn breytir stefnu en Fjölnismenn halda boltanum. Þeir áttu eiga þetta innkast. Tvöföld skipting. Það eru Valur Sigurðsson og Árni Elmar sem að hvíla sig og Bergþór Ægir komin inn á. Og Þorgeir Freyr sýnist mér. Já, Þorgeir Freyr. Garðar þannig baráttu. Það annað innkast. Það ekki seinna vegna að vörnir fara að klikka núna í Ísfirðingum en það illa. Já, þetta sókna villa. Dýrari típan. Þorgeir fær sína 3. villu. Það þá tveir Fjölnismenn konum með 3 villur sem ekki gott í fyrri hálfleik. Öðrum leikluta. Neboisa þetta klikkaði. Það verið kærkomin 3 stig fyrir KFÍ-menn. Það eru fleiri skiptingar. Þorgeir fer á bekkinn. Óþarf að hann sé að brjóta sig út hérna í öðrum leikluta. Erfitt skot hjá Alexander. Flott vörn hana hjá Ísfirðingum. Það lítið hægt að gera í því þegar erfiðu skotin fara niður. En ef þau verða mörg þá ævinlega meiri líkur á því að þau detti ekki. En þetta var Neboisa með stórsendingu á Nökkva. Áhorfendur peppað upp sitt lið. Stór ef að þessu margir Fjölnismenn mættir hérna á Ísafjörð. Já, Róbert gerir þetta vel, einstaklega vel. Blaka boltanum hann ofan í. Daniel leitar að samherja. Já, þetta var ágætis tilraun þarna hjá Hákoni. En niður vildi hann ekki. Það gerir Róbert. Alexander. Egill með bara nokkuð opinn þrist hérna. Það klikkaði. Hákon gerir vel, ná sem bolta en missir hann frá sér. Já, þetta var flott vinna hjá honum. Það var Ingu í jafnvægi hérna og missir hann í lappina hjá sér. Og Jóhann fer hérna út af og Helgi Hrafn komin inn á. Það eins og við séð áður ágætis rótering hjá Ísfirðingum. Það margir menn sem fá mínútur hérna. Nökkvi gerir vel hana, stígur út Alexander og sækir hennan þetta frákast. Aðeins slaki henni í vörninni hjá Fjölnismönnum. Spurning hvort að hættir að pressa aðeins hátt upp allavega. Þessi sending ekki nógu góð hjá Daniel. Neboisa átti aldrei séns í þennan bolta. Það engin stig skoruð eða það ekki búin til ykkur almennileg sóknarfæri. Skiptingina Hákon fer og hvílir sig og Gunnlaugur kominn inn á. Þetta erfið bolti hjá Róbert og Gunnlaugur gerir vel hana, heldur honum inn á.
Nökkvi, skulum sjá. Nebojsa. Hátt upp hana í þetta skot og nær frákastinu. Rífur boltan af samherja. Gunnlaugur var hana komin með hann en ekki eins öruggur. 6 sekúndur eftir 5. Hvað gerir hann? Hann missir hann frá sér. Þetta var klaufalegt. Helgi. Þvílík vörn þarna. Það var Garðar Sveinbjörnsson sem að stoppaði þetta skot. Þetta átti að vera svona létt snerting hjá Helga held ég. Hann hafði enga tíma til þess að handfjalla boltan almennilega áður en hann skaut þessu. Og Garðar sá við honum. En það var hann komin á vítalínuna. Og Nökkvi braut á honum hérna. Hann setur þetta niður og er þá komið með 4 stig. Seinna vitið fer líka niður. Sjá, það er aftur, ég var að tala um að þeir væru hættir að pressa og þá pressa þeir. Þetta er vel gert hjá Ísfirðingum. Gunnlaugur, hann aldrei að fara að setja þennan bolta niður en fiskaði þennan flotta villu. Og Egill komið með 3 villur. Það er leikmaður sem að gæti orðið dýrt að missa í villuvandræði fyrir Fjölnismenn. En Gunnlaugur klikkar inn á fyrra vítinu. Sjáum hvort hann seti ekki setna niður. Nei, þetta er hörð barátta frákastöðana og Egill gerir vel. Fljótir upp og auðveld karfa. Bergþór Ægir gerir þetta vel. Það er ekki verið að nýta sóknina nægilega vel hérna Ísfirðingarnir. Þeir eru að heimavelli og þurfa að gera sig í brók hérna. 17 stiga munur. Var 12 eftir fyrsta leikluta. Þannig að Daniel gefur frá sér boltan hana. Vantar meiri hreyfingu. Nebojsa gerir vel hann eitthvað flott vörn hjá Helga og Nebojsa las þetta vel og náði þessu bolta. Fer sjálfur hérna, sækir villuna. Hvor var það sem að brauta á honum? Já, það er Præður sem fær þessa villu. Og þá er hann komið 3 villur líka. Það eru 4 leikmenn hjá Fjölni, konum með 3 villur. Hérna í öðrum leikluta. Og Præður er ekki ánægður með þessa villu. Ræðir hérna við dómarann. Nebojsa setur niður. Fyrra vitið. Og ekki að skjóta á það að hann seti setna niður líka. Nei. Klikkar. Þarna sýndist mér Nökkvi fara beint í boltan. Nökkvi fær hérna sína 3. villu. Og hann fer þá væntanlega í pásu. Jóhann kemur inn á í hans stað. Hann sló allan í boltan. Hann hefur greinilega farið í hendinni í leiðinni. Og Præður er kominn á línuna. Hann hefur þá möguleika á því að ná Róberti sem er stigahæstur með 14 stig. Præður komið 13. Já, 14 stig. Já, þetta var fimlega gert hjá Helga hana. Ég hélt að hann ætlaði að fara aftur fyrir miðju. Stóð hana með lappina sikur með við. Gunnlaugur, Daniel. Þessi fór ekki ofan í. Og Bergþór sækir þetta frákast. Já. Það er villa á Gunnlaug, hann er þá komið 3 villur. Var að tala um það hérna rétt á þann að þetta líti ekki vel út hjá Fjölnismönnum. 4 menn konni með 3 villur og varla búin að sleppa orðunum og þá eru bæði Nökkvi og Gunnlaugur
Konum með 3 villur hjá Ísfirðingum. Þessi bolti lag ofan í. Það var ekki viss. Tók sinn tíma, hugleiddi málið og lag svo ofan í. Já, seinni fer ekki sömu leið. En þeir hafa efni á þessu 19 stiga mun. Nægur tími hérna, nægur tími. Þetta var ótímabært skot en það fer ofan í. Og þau eru alltaf tímabær þegar þau fara ofan í. Og Fjölnismenn á ekki að svara sem enn betra fyrir Ísfirðinga. 17 stiga munur hérna í hálfleik og ja, Fjölnismenn unnu fyrsta leikluta með 12 stigum og annan með 5. Og Ísfirðingar þurfa að gera eitthvað núna inn í klefa, finna einhverja orku, eitthvað passion fyrir þessu. En við ætlum að taka okkur stutta pásu hérna eins og leikmenn og sjáum ykkur aftur í seinni hálfleik. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti. Krakkar! Hann er 19 Með nýju endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.
Jæja, góður áhorfendur. Nú eru leikmenn að ljúka við að hita upp hérna eftir fyrri hálfleik. Fyrsti leikluti fór Fjölni í vil 32-20 og 12 stiga munur og þeir bættu við 5 stigum í viðbót og eru með 17 stiga fórustu hérna í hálfleik. 17 stig eru ekkert í körfubolta eins og þið vitið. En til þess að það sé hægt að breyta þessum 17 stigum í ekki neitt, þá þurfa Ísfirðingar allverulega að taka sig á hérna í seinni hálfleik. Og góð frammistaða í þriðja leikhluta gæti komið smá fút í þennan leik. Stigahæstir eru Róbert og Præjör hjá Fjölni með 14 stig hvor. Hjá KFÍ þá það Panse sem að kom inn á alveg sultu slaggur og setti 2 3 stiga körfur. Kom með 8 stig og Chris Andersson með 9. Ég vissum að Ísfirðingarnir vilji fá meira frá honum hérna. Hann er búinn að vera að setja 30 stig í leik að meðtali og 9 fyrri enga við nú. En við gerum okkur tilbúna hérna fyrir þriðja leikluta og það eru KFÍ-liðar sem að byrja með boltan. Það eru, eins og við tölum aðri leikir í gangi. Það er Chris Andersson hérna er í smá basli. Þetta var aðeins og fast en Jóhann gerir vel, tekur hann að bolta og nær þessu frákasti og setur niður 2 stig. Vel gert hjá Jóhanni. Já. Hann er með á nótunum hérna, byrjar þriðja leikluta vel en það er skref og Fjölnir fær boltan. Jóhann byrjar hérna vel. Hann er efstur í framlagi í fyrri hálfleik hjá Ísfirðingum ásamt Chris Andersson. Þeir eru með 9 en Præjör er með 18. Takk fyrir góðan daginn. Já, Fjölnismönnum. Já, þetta var vel gert hjá Daniel. Hann bætir hérna upp fyrir mistökin á hann. Hákon. Þetta var skelfilegt að klikka á svona. Þetta á ekki að gerast. Nú viljum við sjá hann taka svona 100 leið upp á næstu æfingu. Þetta bara gengur ekki, sko. Með mann í sér en engu að síður. Það átti ekki að klikka á svona skotum. Chris Andersson tekur þetta frákast. Hann er ekki með nema 4 frákast í fyrri og getur auðvitað bætt í og þarf að bætt í. Það er bara þannig. Nú með Kjartan Helga Ísfjarri þá reiða Ísfirðingar sig á það að fá gott framlag frá Chris Andersson. En meðan hann fer á vítalínuna þá skulum við skoða hérna aðra leiki. Það er í úrvalsdeildinni 2 leikir í gangi og 3 í fyrstdeildinni. Og hjá Haugum og Njarðvík er staðan 41-49 og hjá Reyni Sandgerði og Ármann er staðan 56-68 Ármann í vil. Við erum auðvitað að horfa á KFÍ og Fjölni hérna og Breiðablik er að spila í Skallagrim 50-55 þar. Þór Akureyri 26-21 á móti Hamri og skulum sjá. Nei, þetta var alveg glóruleg sending. Glóruleg sending og Ísfirðingar fá boltan. Sjáum hvort að þeir búin að minnka aðeins munin hérna niður í 13 stig og
Þar betur maður duga skal. Þetta klikkar hjá Daniel en Kristjánsson gerir vel. 3 menn í sér. Og Egill bara hirðir á hann boltan. Chris vill fá okkar fyrir sinn snúð en dómarinn var þannig við hliðina á þessu. Þetta er ruðningur. Ekki? Nei. Ekki búinn að taka sér stöðu. Og Hákon fær villuna. Var ekki búinn að ná báðum fótum niður á jörðina. Og þar vörnin að vera góð. Gunnlaugur fær hérna skell. Hann hlýtur að hrista þetta sér. Og skulum sjá. Það er aftur brotið á Kristjánsson eins og ég talaði hérna áðan. Það var hann ansi duglegur á vítalínunni. Hann er duglegur að sækja villur. Þannig að sækja einhverjar 8-9 villur í leik. Stór og mikill maður og auðvelt að brjóta á honum. Hann setur niður fyrsta vítið hérna. Minnka munin í 12 stig. Seinna fyrir honni líka 11 stiga munur. Við þurfum bara að leita aftur í fyrsta leikluta til þess að finna svona mun. Það er Fjölnismenn hafa svona hægt og rólega bætt í allan leikinn. Hérna klikkar 3 stiga skot en þeir ná frákastinu. Boltanum blaka til Præjorna og Róbert, já. Láti ganga hérna. 7 sekúndur, já þetta er bara galopinn þristur. Og þeir eru heppnir hana. Heppnir Ísvinningar að hann fór ekki niður. Róbert, það er annar tiltölu opið þristurinn. Það er hitta ekkert fyrir utan. Bergþór klikkar. Sjá, Præjor. Getur hann komið niður. Egill. Hann steig ekki á línuna. Þetta, ég er ekki sammála dómarann hana. Ég sá enga línu. En dómarinn var næri sem ég. Sjáum hérna. Daniel gerir þetta vel. Klára svona færi. Það gengur ekkert annað. Þetta má ekki klikka. Egill. Nei, það er ekkert ofan í hjá Fjölnismönnum. Það er ekkert ofan í hjá. Allir sama hvað eru. Þetta hefði Egill átt að klára. Það er svona álíka neðalegt og skoti á Daniel hérna rétt á hann. Tvöföld skipting. Fjölnismönnum. Egill fær sér pásu. Ásamt Bergþóri. Og Þorgeir kemur inn á. Skulum sjá. Kristjánsson. Já, harður bara. Þetta er bara, hann leyfir varnarmanninum ekki að taka sér stöðu, sæki bara fast á honum, þetta er fallegu sóknarbolti. Mátt fara niður, það hefur verið ennþá fallegra. Klikkar á fyrra vitinu og skulum sjá hvort hann seti seinna á henni og geti minnka munin í 10 stig. Það var þetta orðinn alvöru leikur. Fjölnismenn ekki búin að skora stig fyrstu bara 4 mínúturnar hérna. Þeir eru aldeilis búin að fá tækifæri, tóku hérna frákust hægri vinstri, búin að raða í 3 stiga skotin og ekki daginn hefur leikið niður. Præjor, þetta er bara víðsfjarri og þetta var nú bara kortur í ásetningu hana hjá Daniel. Hann bara likjaði hana utanum Þorgeir. Og fær sína aðra villu. Það eru fyrstu stigin í seinni hálfleik hjá Fjölnismönnum. 4 mínútur liðnar af þriðja leikluta. Fyrstu 2 stigin komin í hús. Þetta er allt og erfiði boltar. Præjor, hann treður þessu. Onni með þetta. 4 stig á innan við 10 sekúndum.
Þetta er vel gert hjá Fjölnismönnum og þeir halda áfram að pressa inn allan völlinn. Þetta hefur verið mjög erfitt fyrir Ísfirðinga að komast í gegnum þessa pressu. Og Andersson klikkar þarna en hann er búinn að sækja villuna. Hann er grimmari hérna fyrstu mínútur þriðja leikluta heldur en hann var í fyrri hálfleik. Og búinn að vera að skjóta vel af vítalínunni. Klikkaði að vísu á hann en skulum sjá hvort hann setja þessi niður. 12 stiga munur. Nei, hann gegar aftur fyrra skoti hjá honum. Hann er ekki ánægður með sig. Hann er öllu jafnað með einhver 74-75% vítanýtingu. Þannig að hann á að vera að setja þetta niður. Sjáum hérna hvað Fjölnismenn gera. Það er ekki gengið vel að finna körfuna í þessum sóknum sínum í seinni hálfleik. Þetta er einstaklega vel gert og 2 stig hjá Garðari Sveinbjörnssyni og svo stelur Róbert boltanum hérna. Róbert, það er bara sirkus og Róbert gefur hann á Bræðir sem að treður honum niður. Önnur tróðslag hjá Bræðir hérna. Hann er að koma sínum mönnum í gang. Það er ekki ánægð með byrjunina hérna í seinni. Og við erum komin aftur í 15 stiga mun hérna. Þetta er fljótt að gerast. Og enn sé komið ekkert sem að getur ekki breyst. Þorgeir var að fá sína 4. villu hérna áðan. Þorgeir Freyr Gíslason. Og hann þarf því að passa sig. En hann fær svo sem ekki villur á meðan hann situr á bekknum. Það eru stigagastu menn deildarinnar. Það er Chris Andersson. Hann er búinn að vera að setja niður 30 stig í leik síðan að hann kom á Ísafjörð. Og Præjor, hann er með rétt rúm 24 stig. Svo er Kjartan Helgi með rétt rúm 18 stig. Hann er náttúrulega ekki með í kvöld og það er sjálfsög mikið blóðtaka fyrir Ísfirðinga að hafa hann ekki hérna. Já, þetta var vel leyst pressa og endaði í skrefi og fekk á sig högg. Róbert fekk á sig högg þannig að hann hristi það að sér. Já, vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Árni Elmar í opnuskoti hérna. Þetta fór ekki ofan í. Hákon með frákastið. Kemur boltanum í miðju. Nú að róa niður. Kom í leikkerfi. Finna gott skot. Já, Jóhann. Hann gerði þetta. Ágætisvörðan hjá Præjor. Gerði skotið svolítið erfitt fyrir hann. Árni Baðar, þetta var sko beint í smettið á honum. Kristó Andersson, Árni Elmar, hann þarf að tína upp andlit á sér á leiðinni til Reykjavíkur held ég. Þetta bara, það skaust út úr húsi í þessu blokki. Andersson mættur á línuna aftur. Það er aftur komið 17 stiga munur og hann klikkar aftur á fyrra skotinu.
Þetta gengur ekki. Þrisar búinn að fara á vítalínuna hérna í þriðja leikluta og öll skiptin klikkað á fyrra. Og öll skiptin sett seinna. Já. Róbert finnur Árna, Árni með opið skot. Aðeins svo langur. Hákon tekur þetta frákast. Gunnlaugur, Chris. Þessi sending er skelfileg. Skelfileg sending. Voru hana aleinir í heiminum. Hann hafði nægan tíma og hann bara kastaði boltanum frá sér. Gunnlaugur ekki búinn að eiga hann eitt sérstaklegan leik hérna hingað til. Oft síðan vera betri. En hann getur hokkið í gang og þá er hann stór hættulegur. Sjáum hérna, þetta er ágætis, nei. Leit út fyrir ágætis spil og svo endaði þetta svona. Præjur alltaf stuttur hana. Jæja, Hansi er komin inn á. Hann setti nú 2 þrista í röð hérna í fyrri hálfleik. Chris Andersson gerði vel hana. Gerði vel. Já, það er villa á Daniel. Hann að fá sína þriðju villu. En kannski glimt að segja frá því áðan að Þorgeir var hérna og villaði sig út úr leiknum og tekur ekki meiri þátt í honum. Það er fór út með 5 villur, Þorgeir Freyr Gíslason. En það eru 2 í röð hérna. Chris Andersson að fá sína aðra villu. Það er ekki hættulegt. Og Garðar Sveinbjörnsson klikkar hérna á fyrra vitinu. Og við erum komin í bónus hérna enn einu sinni. Það er búið að gerast bara nokkuð snemma í hverjum leikluta. Mikið að brotum, mikið að villum. Það er... Sjáum hvað við gera hérna. Gunnlaugur. Þarna klessaði saman. Og það er bara til frákastið. Ísverðingar eiga innkastið. Sjáum hvað Andersson gerir hérna. Það eru alltaf mættir 2-3 í hann. Það vantar ekki að Fjölnismenn eru búin að spila góða vörn hérna á Chris Andersson. Það er búin að gera honum lífið leitt allan leikinn. En hann gerir vel og setur þessi stig niður og munurinn aftur komin í 12 stig. En hér er 3 frá Róberti og það klikkar Gunnlaugur með frákastið. Hann fær hana sóknarvillu fyrir að nota olnbogann. Chris Andersson. Hann er alltaf jafn hissa. Það er nokkuð ljóst. En sýndist hann veifa olnboganum hana. Hvort sem það er viljandi eða ekki. En hann er búinn að setja 11 stig í þriðja leikluta og þetta er það sem er að halda Ísfirðingum inn í leiknum. Hann er búinn að vera grimmur hérna og það er einmitt það sem þeir þurfa. Præjur gerir vel, tekur þetta frákast. Hann er búinn að vera drjúgur í frákastunum, komið með 10+ frákast í leiknum. Og þarna small 3 stiga skot, loksins niður.
Garðar Sveinbjörnsson, þeir eru búin að reyna svona 10 þryggjastega í þriðja leikluta. Það hlaut að koma að því að eitt fari niður. Chris Andersson, hann er svakalega fimur þessi strákur, það er bara þannig. Ef þeir eru ekki 2 eða 3 á honum, þá bara setur hann boltan niður. Hann klikkar hérna sendingar hjá Fjölnismönnum og Alexander missir boltan frá sér. Fansi gerir vel að taka hann, til að sjá hann taka eins og eitt þryggjastega. Nökkvi, þetta var svakalega hreyfing. Herru, ég held að sé bara hlusta á mig, nema hann átti að hitta. Það klikkaði á því. En Ísfirðingar halda boltanum hérna, Præður sendir hann í lappirnar á Árna Elmari. Og skulum sjá, þeir þurfa stig hérna, það er bara þannig. 13 stiga munur, er þessu ofan í? Nei, þessi er ekki ofan í. Daniel er kominn, hann er bara alltaf upp á körfuna hann held ég. Hann bara, já. Allt jafnvægi farið, góð barátta Inga Sigur. Þetta svona baráttu vill maður sjá. Já. Það er eitthvað, dómarinn þurfi eitthvað að ræða við riddaraborðið. Það er eitthvað sem til skotklukkuna eða? Já, skotklukkan, eitthvað vitlaus. Þetta er erfitt starf að vera dómari. Margir hlutir að fylgjast með, þú ert að fylgjast með boltanum, þú ert að fylgjast með skotklukkunni, tímanum. Svo eru þjálfarnir alltaf eitthvað að gefla sig. Og svo auðvitað allir hinn í leikmenninni sem eru ekki með boltan. Þetta er ekki öfundsvert. Það laga til klukkuna. Bæði klukku og skotklukku þurfti að laga til. Rétt skal vera rétt. Fjölnismenn búnir að koma niður 11 stigum hérna í þessum leikluta. Það er ekki mikið, en það er hingað til nóg til þess að halda ágætis forskoti. 15 stiga munur. Skulum sjá Árni Elmar. Alexander hérna, hvernig varð hann frýr þarna? Chris Andersson gerir vel nær þessu frákasti, kemur boltanum frá sér, hann horfir til dómarans, það þýðir ekkert, bara halda áfram, koma þér yfir miðju og taka þátt í sókninni. Koma svo. 10 sekúndur eftir, þetta verður 1 skot og þeir þurfa nauðsynlega að fá það niður, það er bara þannig, 3, 2, öss, 3 stig frá Chris Andersson og Villa. Karfa góð og Villa. Það er hljóðbært í salnum. Það er spurning hvort þeir heyri í mér. Ég veit það ekki. Ég held að hljóti bara að vera. Tíu stiga munur og Chris Andersson ekki gott track record í að setja niður fyrra vitið. En nú er hann bara með 1 og hann skuldar miðað við svona nýtingu öllu jafna. Þannig að hann getur sett þetta í 9 stig. Það er verið að vinna í riddaraborðinu. Það þarf að setja einhverja sekúndu á klukkuna. Það vantar ekki mikið meira en það. Og stóri ef hann nú að Fjölnismenn sé að fara að skora á þessari sekúndu en rétt skal vera rétt. Það er bara komið í 10 mínútur hérna, 4. leikluti datt óvart inn hérna
Það er verið að vinna í þessu á Riddaraborinu. Og það er komið 1 sekúnda, komin á klukkuna. Og 1 vítaskot. Endum við þriðja leikluta með 10 eða 9 stiga mun. Já, hann klikkar. Það er bara þannig. Hann þarf alltaf 1 uppbytunarskot. Það er spurning hvort hann geti beðið næst að fá að skjóta einu sinni bara svona ganni sínu. En það er 10 stiga munur hérna á Ísafirði. Gestunum frá Fjölni í vil. Og burt séð frá því með hverjum maður heldur, þá er þetta mun skemmtilega að fara inn í 4. leikluta með 10 stig heldur en þessi 17 sem voru áðan. Því að skemmtunin felst í því að fylgjast með 2 liðum þar sem að bæði geta unnið. En já, ég var að ræða áðan með framlagi og stígin, stóðsendingar. Þar er Róbert Sigurðsson. Hann er með fjórða flestar stóðsendingar í deildinni, 5,5 í leik. Og Præjur er síðan með 3. En það er engin leikmaður KFÍ á topp 20 listunum yfir stóðsendingar. Ég held að Daniel sé stóðsendinga hæðstur. Hann er með held ég 2,5 í leik. Og þetta er náttúrulega ákveðið áhyggjuefni vegna þess að góð sóknarkerfi, góða sóknir enda oft með stóðsendingu. Það sem að það opnast fyrir einhvern leikmann sem hann nær góðu opnu skoti og setur hann niður. Og leikmaðurinn sem sendir boltan fær stóðsendingu skrifað á sig. En það hefur verið brussugangur í sókninni, en ég verður að segja það að minnst nú öllu svona betra yfirbragð á Ísfirðingunum eftir að Chris Andersson kom. Og það munar pottþétt, bara ekkert pottþétt, við vitum að það munar að Kjartan Helgi er meiddur og skulum vona að þessi bakmeiðsli á honum sé ekki mjög alvarleg. Vegna þess að þeir þurfa á honum að halda. Hann er ánefa eitt besti íslenski leikmaðurinn í deildinni að mínu mati. Það er eitthvað að vera að brasa á Riddaraborinu þegar við gerum okkur tilbúin til þess að byrja hérna þennan 4. leikluta. Næsti leikur Fjölnismanna er á móti Breiðabliki að heimavelli. Hann verður 20. desember. En Ísfirðingar eru að fara í heimsókn á Hlíðarenda til Valsmanna 18. desember. Þannig að ef ég mætti velja hvort ég var að fara að spila á móti Val eða Breiðablik, þá myndi ég hygglust velja Breiðablik. Ekki það að Blikarnir séu slappir, þeir eru með ljómandi fínt lið. Það eru, eins og við höfum rætt áður, aðri leikir í gangi. Breiðablik er undir á móti Skallagrími með 73-74. 4. leikluti er hafinn þar og greinilega jafnleikur. Þór Akureyri er undir á móti Hamri 33-39. Haukar Njarðvík 60-69. Njarðvíkingar að sigla í sigur hana. Reynir Sandgerði 79-87. Og þetta eru leikinni sem að ég hef aðgangað allavega. En við erum byrjaðir hérna. Panse, hann hefur ekkert hitt úr 3 stiga síðan að setti 2 í röð. En já, fín vörd hjá Daniel og Hákon og Daniel með flotta vördana. Hákon náði ekki boltanum almennilega frá sér en Alexander fer með hann yfir miðju og þar sem að þeir svona og Ísfirðingar fá boltan. Þetta er stóðsending, svona gerast þar. Chris Andersson byrjar 4. leikluta eins og að byrjaði 3. af hörku. Hann er komið 27 stig. 9 stig í fyrri hálfleik.
og 18 í þeim seinni og það er ennþá 9 mínútur eftir. Það er ekki slæmt. Það er, skulum sjá, það er eitthvað vesinn ennþá á Riddaraborginu. Það er að stilla eitthvað hana. Það er komið í lag og sjáum Fjölnismennina. Það væri nú dýrt hjá þeim að fara að missa þetta frá sér. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað að viti hérna. Þetta 3 stiga skot er ekki löglegt í íslensku körfubolta. Þetta var alveg langt framhjá. Það er eitthvað aðeins að stilla byssunar. Þetta er svakaleg baráttu karfa hjá Chris Anderson. Hann er búinn að vera mjög drjúgur hérna í seinni hálfleik og minnka munin í 6 stig. Við erum komið með alvöru leikina. Hvað gerir Pryor? Robert. Pryor. Þetta var býsna opið fyrir hann og þessi bolti fór niður. Andersson ekki sammála þessari sóknarvillu. Mér fannst hann nú ekki vera búinn að taka sér stöðu en hann fekk aldeilis skell, það er nokkuð ljóst. Og Chris Andersson að fá sína 4. villu. Það er nú ekki bæsið fyrir Ísfirðinga ef hann fer að villa sig út úr leiknum. Já. Þarna fengu við reyna fría og kom með 9 stiga mun. Sjáum Egill, Garðar býður sig hérna, Robert. Garðar Sveinbjörnsson setti þennan niður, þessi var falleg. Jæja, við skulum sjá hvort þið getið svarað hérna. Þeir þurfa að svara, með ekki missa það í meiri mun. Nökkvi gerir þetta vel, þröngt færi, spjaldi ofan í. Alveg galopin hérna. Galopin, Garðar setur þetta niður. Þrjú stig í hús. Nei, Hansen náði ekki að svara þessu. Hann náði ekki að svara þessu. Eru Fjölnismenn að fara að gera út um hennar leik? En þá nægur tími en Ísfirðingar með ekki við að fá á sig svona körfur. Garðar með annan þristin í röð hérna. 2 þristar beint í smettið á Ísfirðingum. Voru konir í 6 stiga mun. Og þetta er aftur komið upp í 15 stig. Þetta verður erfiður róður með Chris Andersson á 4 villum, Nökkvi á 4 villum. Egilsson er líka með 4 villur hjá Fjölnismönnum. En ef við skoðum fráköstin þá er Pryor næst frákastahæstur. Það er bara Katet hjá Skallagrimi sem er með meira. Hann er með 16,3 frákastuleik, Pryor með 14,1 og svo kemur Chris Andersson 13 frákast. Þetta er alveg pottþétt eitthvað sem að Ísfirðingunum hefur vantað. En það munar aldeilis það að fá þessi frákast. Hann var reyndar ekki nógu duglegur í fyrri hálfleik.
Chris Anderson sótti bara 4 bolta á meðan að Præður var með 8. En sjáum hvernig þetta. En hann búinn að bæta við í seinni Chris Anderson, hann komið 12 fráköst. Og munar nú aldeilis það. Præður með 13. Eins og komið. Præður fer aðeins á bekkinn, hann fær að hvíla sig aðeins. Og Neboisa er komin inn á, hann átti fína innkomiðin áðan. Það væri skipti máli að fá aðra fína innkomu núna. Sex mínútur eftir þessum leik. Já, Garðar er allt í öllu hérna. Það er bara allt sem hann snertir ofan í. Það er bara þannig. Já, það er greinilega batnar ekki hitning af Panse eftir því sem hann hitnar. Það er bara, hann er bestur ískaldur. Spurningin að skella honum út í smá stund og fá hann svo aftur inn. Neboisa, hvað gerir hann? Já, fallega gert. Hann er með mjúkar hreyfingar þessi strákur. Einstaklega hæfileikaríkur körfuboltamaður. Daniel gerir hérna vel, hann er einn. Já, svona á að gera þetta. Öruggt, lay-up, aldrei spurning. Já, Garðar reynir hann að 3 stiga, fær fiskavilluna og er þetta ekki bara Daniel sem var að fá sína? Jú, Daniel fær sína 5. villu, hann er ekki sáttur. Hann má alveg vera pínu pirrar út í sjálfan sig. Það eru nokkrar klaufalega villur sem hann fekk á sig í þessum leik. Og Garðar búinn að setja niður 8 stig hérna í 4. leikluta, getur bætt við 9. 9 stig frá honum. Og þriðja og síðasta vítaskotið. 11 stig í 3. leikluta. 4. leikluta segi ég. Já, Garðari. Þetta leit út fyrir að ætla að vera leikur. Ísfirðingar áttu fínan 3. leikluta. Byrjuðu vel í 4. En þetta er ekki mjög bæsið hingað til. Svona síðustu 5 mínútur eða svo. Já, Nökkvi gefur boltan hann frá sér. Garðar. Þessi var svakalur. Þetta er ekki, svona tekur maður ekki lay-up, krakkar. Maður fer bara öðru hvoru megin við körfuna. Maður sveiflar boltanum ekki svona. Nema að maður heiti Garðar Sveinbjörnsson og allt sé búið að vera að fara ofan í hjá manni, þá getur maður gert það. En Chris Anderson er mættur inn á og setur niður 2 stig. Hann er búinn að vera sterkur í þessu pósti, hann er búinn sterkur í teiknum. Já, annað frákast. Rólegir. Fjölnismenn ekki að pressa mikið núna. Þeir geta tekið rólega tíminn vinnu með þeim. 16 stig.
3:30 eftir. Þetta verður ekkert mikið öruggara. Garðar Sveinbjörnsson orðinn stigahæstur hjá Fjölni, komið 24 stig. Hún eiga hérna svakalega fjórða leikluta. Præjor 22 stig og Róbert 14. Róbert átti mjög myndalegar fyrstu svona 6-7 mínútur í leiknum. Skoraði fullt. Það lítið búinn að skora síðan, búinn að eiga nokkuð frákvöð samt. Egill. Já. Ekki vildi þetta ofan í hjá Róberti. Já, hann fiskar einhverja villuna og Alexander skildi ekkert í þessu. Fannst þetta mjög ósanngjarnt. Nökkvi fær pásu og Gunnlaugur er kominn inn. En það væri nú að Gunnlaugur tæki eins og 2-3 þrista í röðu hérna. Gefa okkur spennandi síðustu mínútur. Já, Chris Andersson setur niður seinna. Það orðið bara bókað hjá okkur, en fyrra skotið hefur reynst honum erfitt. Það hérna Daniel þarf að fara í layupinn og Chris Andersson þarf að fara í vítaskotin. Já. Uss. Þetta var svo flott, alveg þannig að hann sveið hana óstuttur. Airball. Fimmtán stiga munur og 2:30 eftir. Þetta bara spurningin hvernig lokast niðurstaðan verður. Ég held að Ísfirðingar séu ekki að fara að vinna sig tilbaka úr þessu. En Panse fær sína 4. villu og Róbert er kominn á vítalínuna. Hann getur þá farið hérna tækifæri til þess að bæta aðeins í stíðin hjá sér. Klikkar á fyrra. Og seinna rúllar upp úr maður. Þessi vildi ekki ofan í. Þessi var ákveðin. Það er bara þannig. Já, þessi endar í lúkanum á Præjor. Jóhann nær hann ekki niður. Herðu, þetta er svakalegt. Það er allt ofan í á Garðari, allt. Þriggjastaga karfan í röð hjá honum í þessum 4. leikluta. Kom með 27 stig og það er leikhlé. Já, við skulum renna hérna yfir leikina sem er í gangi. Breiðablik er að tapa fyrir Skallakarmi á síðustu mínútum. Þór er 52-54 á móti Hamri og Haukar Njarðvík. Haukar 73, Njarðvík 79. Þessi leikir allir að klárast aðeins á undan okkur. Við vorum í smá ritaravesinni hérna.
einhverja sekundur eftir hana hjá Skallagrimi samt. Birgir eitthvað að teikna upp fyrir sínum mönnum. Ég veit ekki hvort hann með 18 stiga leikkerfi í pokahorninu. En ef svo þá væri gaman að fylgjast með því. Sjáum Egill með frist. Það náttúrulega bara vítaður kærulegs að leyfa Garðar ekki að skjóta. Já, Gunnlaugur, þessi sending og verfi fyrir Hákon. Þetta var svakaleg vörn. En hann fer hann aðeins í Garðar sem að fer á vítalínuna. Hákon sveið hana hátt upp og það muna engu að þetta væri snertilaust og eitthvað misti í sig, skulum vona að það sé ekki alvarlegt. Og Garðar getur bætt í hérna með 27 stig, 28. Það klikkar ekki til honum með þessum leikfjörung, það er bara þannig. Já, seinna niður. Garðar verið að skora ykkur 11 stig að meðaltali leik. Þannig að þetta er klárlega besti leikur hans á tímabilinu. Og kom hérna eins og kallaður þegar að Ísfirðingar voru á góðri leið með að komast inn í leikinn. Það var búin að vera að saksa niður forskotið og já, búin að eiga mjög góðan kafla. Þá sett hann 2 þrista beint í andlit á þeim. Og hann heldur áfram að hitta. Spurning hvort að Chris Andersson sé að skrifa þetta hjá sér. Hvernig maður fer að skjóta niður fyrsta vítinu. Það er kannski að Garðar sé tilbúin að taka hann í kennslu. Það er mínúta eftir. Og hann fær hérna bara heiðuskiptingu. Garðar 31 stig, takk fyrir og túkall. Garðar Sveinbjörnsson eiga frábæran leik. Herru, þetta var afskaplega heimskulegt. Gunnlaugur grítir hérna boltanum í Præður sem að, já, ég skil nú ekki að hann skulle ekki bara taka hann út af. Þetta er búin að vera alveg skelfilegur leikur af Gunnlaugi. Hann er með 2 stig, mínus framlag og já, þetta er bara leikur sem hann vill örugglega gleyma sem fyrst. Það held ég að sé nokkuð ljóst. En það eru 40 sekundur eftir hérna. Og við erum komin í 23 stiga mun. Já, Róbert bætir þrem í viðbót þar. 26 stiga munur, Chris Andersson, opinn. Nei, þessi vildi ekki niður. Præður sækir enn eitt frákastið. 20 sekundur eftir. Já, þetta er fallegt spil. Þeir láta boltan ganga vel. Róbert, þessi var allt og langur. Gunnlaugur, Róbert kemur, fer inn í boltan og lokar fyrir hann. Og Egill heldur honum bara hérna. Þetta er búið. 93-67. Gestunum í Fjölni í vil. Fínasti körfuboltaleikur sem að við erum vitnað hérna í kvöld. Ísfirðingar byrjuðu illa, komu vel inn í leikinn í þriðja leikluta og byrjun fjórða. En enda hérna sem gjörsigrað lið.
hérna síðustu mínútunar, staðan kannski ekki alveg í takt við leikinn í heild sinni, en engu að síður þá gerðu Fjölnismenn góða ferðingað. Garðar Sveinbjörnsson stigaðistur með 31 stig, klárlega maður leiksins. Chris Andersson átti svakalega þriðja leikluta og byrjaði vel í fjórða, en náðu ekki kannski að fylgja þessu almennilega eftir, fékk á sig fjórðu villuna og var frekar slappur eftir það. En ég heiti Þormóður Logi Björnsson, við ætlum að kíkja í nokkur viðtöl, en ég þakka fyrir mig í bili. Svona, ekki. Birgir, þetta endaði ekki eins og þú hefði vonast, væntanlega? Nei, alls ekki. Við ætlum að sýna hérna góðan leik, berjast af krafti, spila skynsamlega og það var ekkert til að þessu í fyrri hálfleik. Fyrri hálfleikurinn skelfilegur, Chris Andersson kom sterkur inn hana og breytti leiknum, þeir voru konir inn í þetta, hvað gerði svo? Allir pústa það ekki bara út. Við spilum að fáum mönnum og það vantar bara framlag frá fleirum heldur en honum. Það er ekki nóg eitt sem að þessu skorið allt. En þetta er náttúrulega tapaðist í fyrri hálfleik á lélegri vörn eða engri vörn. Pressan var líka svolítið erfið, þið áttu erfitt með að leysa úr henni, fannst mér hana. Já, ég er mjög hissa hvernig við leystum þetta allt í kvöld. Það kom okkur ekkert óvart í þeirra leik. Þeir eru búin að spila svona í allan vetur. Við vorum að fara aðeins í gegnum þetta og já, bara vantaði skynsemi í okkur leik. Þið eru að fara til Reykjavíkur og spila mútið Val. Hvernig heldur að þið verið stemdir í þann leik? Já, ég vona betur stemdir heldur núna. Þetta er svipað lið, jafnvel erfiðara heldur en Fjölnir. Og þess vegna verðum við bara að koma allan með hjarta, með baráttu, með kraft. Og ef maður skilur allt eftir á gólfinu þá bara verðum við að vonast að úrslitin eru góð en þetta bara er ekki boðlegt hérna heima. Heldur þetta enda svona ef Kjartan hefði verið með? Það hefur kannski verið fleiri þá svona chippað inn í skorið. En eins og segi, vörnin 53 stig í fyrri hálfleik er bara ekki nóg gott. Birgir, þakka þér fyrir og gangi ykkur vel. Já.
Hjalti, til hamingju með sigurinn, ertu ánægður með þína menn? Herðu, við vorum rosalega rokkandi, upp og niður. Byrjuðum rosalega krafti. Mér fannst við aldrei sjá þessa grimd sem ég hef oft séð hjá strákunum hjá mér. En hérna, jú, við klárum þetta, gerðum vel hérna í lokin. Sérstaklega Gassi, setti bara allt honni. Og bara, já, bara virkilega, klárum þetta virkilega sterkt. Þetta var náttúrulega svakaleg bara innkoma í leikinn hjá honum, það bara fór allt ofan í hjá honum. Já, ég bara hef aldrei séð hann eins. Hann hérna sleppti boltan með einhvern veginn og hraðablöpi hendi boltan aftur fyrir sig. Hann var samt honni. Þetta var bara virkilega flott hjá hann. Þeir Ísfirðingarnir komust inn í leikinn í seinni og hérna, var eitthvað sérstakt sem að þú lagðir upp með sem að breytti þessu eða fóruðu bara að hitta, hvað gerist? Þetta var raunni, þeir fóru í eitthvað svæði og við vorum eitthvað rægir. Við fórum í eitthvað handboltaleik fyrir utan, hættum að ráðast á görfuna, fórum að skjóta alltaf mikið bara, treysta okkur skot og þess vegna rauninni náðu þeir okkur sko. Það var rauninni þannig og Kaninn hjá þeim náttúrulega bara, eins og hann bara kröftur, fór á görfuna og gerði vel. Þið eru með Blika í næsta leik á útivelli, hvernig leggst það í þig? Það reyndar á heimavelli, en hérna leggst bara mjög vel í mér og hérna ég er svo sem ekkert byrjar að skoða það neitt. En hérna, ég reyndi að skoða Blika-leikinn á móti KFÍ, en það leggst bara mjög vel í mig. Eru þið að fara upp eftir veturinn? Við ætlum að gera það, já. Engin spurning. Nei. Hjalti, þakka kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Ég ætlaði nú að fá að tala við Garðar en hann lætur ekkert sjá sig hérna, hann er greinilega ennþá að fagna inn í búningsklefa. Þannig að við þökkum bara kærlega fyrir okkur.